á þessari mynd þá sést hérna gervihnattarkerfið eins og það í GPS-kerfinu og þetta eru þarna 24 tungl sem eru að sveima umhverfis jörðina og þau eru 12 tíma að fara hringinn. Nú þarna blái bletturinn sem sést á jarðarkúlunni, það á að vera staðsetningin sem við erum á og svo kemur hérna visible sat. Það eru sýnilegir hnettir frá punktinu sem við erum á, miðað við stöðu jarðar og miðað við stöðu tungla eða nettunglana, og þetta getur verið svolítið breytilegt frá einu stað til annars hversu mörg tungl við sjáum í einu. Áræðanleiki á staðsetningum getur farið dálítið eftir því hve mörg tungl við sjáum. Ef við erum kannski stödd einhvers staðar þar sem að bygging eða landslag styggir á útsýni, þá getur farið svo að við sjáum ekki nógu mörg tungl til að tækið sé alveg áræðanlegt. Einnig það hornið á milli tungla, en það getum við séð í tækinu hversu hornið er gleitt sem er á milli tungla, og eftir því sem að hornið gleiðar þá er meiri nákvæmni í tækinu, en því krappara sem hornið verður að þá verður nákvæmni minni. En þetta er hægt að sjá í tækinu hvernig í hvaða afstöðu tunglin eru gagnvart staðnum sem við erum á.